lína í hnitakerfi ætti að vera ykkur góðu kunnu en við ætlum að skoða hérna hvernig við getum fundið jöfnu línu í hnitakerfi og þá þurfum við að byrja á því að skoða hallatölulínunar. Skilgreining á hallatölulínu er svona að hallatalan er viðbótin sem verður við svona hnitpunkts á línunni ef x-hnitið fær viðbótina 1. Þannig að ef við stækkum x-hnitið 1 þá þurfum við að bæta hallatölunni við y-hnitið. Og við reiknum hallatöluna út með þessari hér reglu. Hallatalalínu er hlutfalli milli lóðréttrar færslu og láréttrar færslu milli tveggja punkta A og B á línunni. Það er að við finnum mismun á lóðréttum, þess að á y-hnitum punktana, svo finnum við mismun á x-hnitum punktana og hlutfalli þar á milli. Athugið sérstaklega að við erum með y2 og x2 báða sem fremri töluna og svo 1 og x1 sem seinni töluna og hérna skiptir rauðu máli. Það má ekki hafa y2 á undan hafa y2 á undan en svo x1 á undan. Þannig að athugið það, hafa sömu röð. En ef A er á undan þá þarf B að vera eftir, bæði x og y. Það eru tvær gerðar línur sem sérstaklega skera sig úr hérna. Annars vegar getum við haft láréttar línur sem eru þannig að allir punktar á línunni hafa sama y-hnit og þá getum við sagt að hún hafi hallatöluna 0. Enda sjáum við úr formúlunni að útkoman úr þessum frádrætti verður náttúrulega 0 og þá skiptir ekki máli hverju við erum að deila með þannig að það myndi alltaf koma út 0 svo lengi sem að x1 og x2 er ekki saman talan. En svo getur það líka komið upp að x1 og x2 eru sama talan og þá erum við með lóðrétta línu. Það er að segja að við erum með einhverja 2 ólíka punkta sem hafa samt sama x-hnit og hún sker sig rosalega mikið í burtu frá öllum öðrum línum vegna þess að hún hefur enga hallatölu. Lóðrétt lína hefur enga hallatölu og þið þurfið að passa ykkur að gera greinamun á því. Það er ekki það sama á að hafa enga hallatölu og að hafa hallatöluna 0. Þegar 0 er tala. Þannig að hér höfum við alveg hallatölu, hún er 0. Hérna er engin hallatala. Það er ekki það sama. Ef við ætlum að teikna hérna línu í hnitakerfi og við vitum eitthvað punkt á línunni sem bara eins og hérna -4,0 og við ætlum að teikna línu í gegnum þennan punkt sem hefur hallatöluna hálfur. Þá er það þannig að við getum alltaf þegar við erum með svona brot í hallatölu þá getum við farið til hægri sem nemur fjölda eininga hérna í nefnaranum og upp sem nemur fjölda eininga í teljaranum. Þannig að við myndum fara 2 einingar til hægri og 1 upp og þá getum við fundið næsta punkt. Og aftur 2 til hægri og 1 upp þá finnum við næsta punkt. Og svo videre. Ef við ætlum að fara síðan tilbaka, fara til vinstri á talnalínunni á x-ásnum, þá þurfum við að snúa við í báðum tilfellum þess að við finnum 2 til vinstri og 1 niður og fáum þá næsta punkt og þá getum við dregið línur hann í gegn. Við þurfum alltaf að minnstakosti 2 punkta til að geta teikna línu en ef við höfum teiknað línu í gegnum eitthvað verið 2 punkta þá getur verið mjög skynsamlegt að reikna á 3. punktinu og hvort hann lendi ekki örugglega á línunni. Þannig að þá getum við staðfest að við séum að gera rétt. Við skulum skoða þá næstu reglu. Hérna hefur verið 2 reglur sem gefa okkur jöfnu línu. Fyrsta reglan segir að jafna línu sem hefur hallatölu, athugið þetta, sem hefur hallatölu. Það takmarkar svolítið þessa reglu. Jafna línu sem hefur hallatölu er y jafnt á h sinum x plus q, þar sem h er hallatala línunar og q er skurðpunktur línunar við y-ás. Við höfum síðan aðra reglu fyrir þá línu sem hefur ekki hallatölu. Lína sem hefur ekki hallatölu hefur jöfnuna x jafnt k, þar sem k er x-hnit allra punkta á línunni. Þetta er sem sagt einhver lóðrétt lína sem hefur ekki hallatölu en hún hefur samt jöfnu.
x jafnt og eitthvað tala sem bara x-neyti hjá öllum hlutum. Og við skulum taka dæmi. Finnum jöfnu línu gegnum punktana a jafnt og mínus 3,4 og b jafnt og 6, mínus 2. Og finnum líka jöfnu línu í gegnum punktin a og punktin c sem mínus 3, mínus 2. Og við byrjum bara á því að finna hallatölu fyrir línunar, þessar sem fyrir gegnum a og b. Nú, við byrjum á því, við setjum upp þessa jöfnu með þessu broti og fyrst eigum að setja í teljaran y2 mínus y1. Það er að segja y2 er mínus 2 og y1 er 4. Þannig að við setjum þessar tvær tölur í teljaran. Síðan höfum við í nefnara x2 mínus x1, x2 er 6, x1 er mínus 3. Þannig að þá setjum við þessar tölur og svo reiknum við út úr þessu og fáum að hallatalinu mínus 2/3. Þá vitum við að y er jafnt og mínus 2/3 sinum x plus q. Þetta er sem sagt jafna þessara línu og þessi jafna á að gilda fyrir alla punkta á línunni. Og við vitum núna að bæði a og b passa inn í þessa jöfnu fyrst að þetta er jafna línunar í gegnum þessa 2 punkta. Þannig að við tökum punktin a og setjum x og y-hnitin úr honum inn í þessa jöfnu. Þá getum við sett sem sagt mínus 3 í staðinn fyrir x og 4 í staðinn fyrir y. Þá fáum við að 4 er jafnt og mínus 2/3 sinum mínus 3 plus q og þá getum við einangra q út úr þessu og fáum að 4 er jafnt og 2 plus q, 2 er jafnt og q. Og þá erum við búin að finna bæði hallatöluna og skurðpunkt y og getum þá sett saman í jöfnu y jafnt og mínus 2/3 x plus 2. Og þar með erum við búin að svara fyrirhlutuna, finnum jöfnu línu gegnum punktana a og b. Síðan ætlum við líka að finna jöfnu línu gegnum a og c og við sjáum það að bæði a og c hafa sömu x-nit, þar að segja það er mínus 3. Þannig að þessi lína getur ekki haft neina hallatölu. Vegna þess að ef við myndum setja hana í þessa jöfnu, þá myndum við gera mínus 3 mínus mínus 3 út úr því kemur 0 og það er algjörlega harðbannað að deila með 0. Fyrir því eru margar og margvíslegar ástæður en við í allu falli megum ekki gera það. Þannig að það er engin hallatala fyrir þessa línu og þá er jafnan bara svona. Jafnan línunar er því x jafnt og mínus 3.